9 mánuðum eftir árásina í Vinakoti hittum við Tinnu aftur. Hún segist hafa verið lengi að átta sig á áfallinu og afleiðingum þess. Ég hélt alltaf bara að ég yrði góð í næstu viku. Eða, þú veist, eitthvað. Núna eins og þú sagðir 9 mánuðir, cirka, síðan. Og ég ennþá bara flak. Það gengur mjög hægt að ná göngunum minni, að labba. Ég sef ennþá mjög illa og slitrótt 9 mánuðum seinna. Ég fæ mjög mikið af flashbökkum og ég fæ mikinn svima, ég dett, ég búin að handabrotna út af því ég að detta. Það er alls konar svona hlutir sem að, ég höndla ekki áreiti. Ertu ekki bjartsýn á að ná fullum bata? Nei, ég mun aldrei ná fullum bata, sko. En ég mun náttúrulega verða betri en ég er í dag. Ég var alveg bjartsýn á það. En ekki fullum bata held ég. Eða mér er sagt að ég þurfi að draga úr væntingunum mínum. En Tinnu hefur ekki verið gert auðvelt fyrir. Veikindaréttur hennar kláraðist og stéttarfélagið benti henni á að leita til tryggingafélags Vinakots. Tryggingafélagið fer fram á læknisvottorð í hverjum mánuði að hún sé enn óvinnufær. Ég veit alveg að það er einhver ábyrgð sem liggur hjá Vinakoti þar. Og ég ger mér fulla grein fyrir því. En ég er ekki reið út í stjórnendur eða reið út í þá sem að stjórna fyrirtækinu, sko. Ég er það ekki. Og ég veit ekki alveg af hverju, sko. Hún leitar nú réttar síns með hjálp lögmanns. Árásin telst ekki vera vinnuslys og stéttarfélagið greiðir því ekki lögfræðikostnaðinn. Hún segir líka að sér hafi gengið illa að fá áheyrn innan heilbrigðiskerfisins. Maður þarf alltaf að vera komið með algjörlega nóg og búin með alla orkuna sína til þess að fá eitthvað í gegn. Skilurðu? Þannig að maður svona, og ég á ekkert auka orku í þetta eins og staðan er í dag. Allt þetta verður Tinnu stundum ofviða. Það er alveg oft sem ég hef hugsað að hefði nú kannski bara verið betra að ég hefði valið hinn kostinn og hún hefði bara fengið að drepa mig, sko. En Tinna segir að uppgjöf sé aldrei valmöguleiki. Hún er nú loks komin inn í endurhæfingu á Reykjalundi þar sem hún lærir að ganga á ný. Tinna segist vilja breytingar, að lausnir fyrir ungmenni sem glíma við svo mikinn vanda að þau eru farin að valda öðrum skaða og að neyðarhnappar verði staðalbúnaður. Hún vonar að hennar erfiða reynsla verði ekki til einskis.